Hæ, Guðbjörg hér. Já, ég ákvað að henda í eitt auka vídeo bara svona að því ég get ekki beðið. Ég er búin að vera lengi að langa að gera svona spávídeó og já, ég ætla að nefna ef þið heyrið eitthvað svona auka hljóð, bara því miður vera afsaka það er mikið læti í kringum bara húsið eða blokkina. Eins og þið kannski sjáu hér þá er ég með smá uppsett hérna og ég seti þetta þannig upp að ég vel 1, 2 og 3 og þið veljið sem sagt hóp sem að ykkur finnst kalla mest á ykkur. Stokkarnir sem ég ákvað að vera með núna er allir sem að eru á íslensku og já, að sjálfsögðu spilastokki minn sem að er til á hrafnetta.is sem að já, ég nota hann náttúrulega mest en svo er ég ákvað að nota þennan spilastokk. Hann er því miður ekki lengur í sölu en já, þetta er skemmtilegur stokkur. Svo er ég með örlagaspilin frá Siggu Kling og ég held að hann sé til á síðunni hennar. Mér minnir að hún sé með siggakling.is en ég man ekki alveg. Ég mæli með þessu stokki, hann er einfaldur og skemmtilegur og þú veist að hann gefur bara skýr svör. Það er ekkert bull. En svo er stokkur sem ég er búin að eiga mjög lengi og ég hef ekki hugmynd hvaðan ég fékk hann. Þetta er svona örlaga stokkur og og það stendur á honum Lótushús og ég er bara ekki búin að googla það hvort það sé hægt að kaupa hann þar en þið kannski skoða það. En það eru svona falleg skilaboð í stokknum og mér finnst þetta yndislegur stokkur og ég er búin að eiga mjög lengi og mér finnst gaman að hafa. En svo er eitt nýtt sem að ég ákvað að pröfa í þessu líka og já, þið sjáuð hvernig það kemur. Það kom mér sjálfri algjörlega óvart hvernig þetta myndi vera. En þetta er svona litlir svona, hvað ég segja, þú veist, þetta er allt svona pínu lítið. Þú sjá þetta eru loftbelgur. Úps, hérna er flugvél, þessi sem datt á borðið, þetta er engill. Og í rauninni er bara það sem að ég, það sem að kemur til mín er það sem að kemur. En já, ég er þið veljið svo númer 1, 2 og 3, það sem að þið finnst kalla mest á ykkur. En það má alveg velja alla. Það má líka velja 2 og ef það er einhver svona sem finnst vera, þú sem getur ekki alveg með ákveðið milli, þá getur alveg skoða báða. Það er allt í lagi. En en það er ekkert nauðsynlegt. Þú getur líka valið bara 1 og látið það duga. En já. Svo set ég niðri í ákvaða mínútu hver byrjar. Þannig að þú velur númer 2 og þarft ekki að horfa á allavega númer 1 að já, til þess að byrja á númer 2. Þannig að ég set tölurnar og þá getur þú fundið tölurnar og farið í það. Já, þetta er Mía, hún er í stuði kisa mín. Þau bara afsakið það er svona fylgir því að eiga dýr. Þau eru stundum bara í stuði. En endilega
ef að þið veljið eitthvað tölu, horfið á vídeóið, þá langar mér að biðja ykkur að setja like á vídeóið, jafnvel að skrifa eitthvað í komment, að því mér langar að vita hvort að þetta hafi verið skemmtilegt. Mér langar að vita hvort að þið myndu vilja að ég myndi gera annars svona vídeo, og mér fannst þetta mjög skemmtilegt, og þannig að, já, endilega subscribe, eða semst verði vinir eins og ég kalla það. Og svolítið mikið læti í þessari kissu núna. Já, en alltaf leið. Endilega verði vinir, og hvað ætla ég að segja, ef þið viljið að YouTube sendir ykkur beiðni eða eitthvað svoleiðis, láta ykkur vita þegar ég kemur nýtt vídeo, þá er hægt að hýta á bjölluna. Og bara góða skemmtun. Bye! Hæ og velkomin í hóp 1. Þið völdur þessa stúlku. Hún heitir Carefree og sem er í rauninni áhyggjulaus. Þið getur pásað þetta til að lesa restina. Já, ef við ekki bara byrja þetta. Hérna kemur 1. Já, það klappar bara mjög um þetta. Hérna er viljastyrkur. Já, það er gott að hafa viljastyrk. Þetta spjald vil koma. Sameining. Sjá. Það sé ekki hérna eitthvað spjald sem vil koma, já. Langlífi. Skynsemi. Jæja. Þetta náttúrulega bara að vera 5 spjöld. Hér vildi samt koma ferðalag, gleði og læra. Jæja, ég ætla að afsaka þetta. Ég sé að ljósið er ekki að gera sig hérna. Ég ætla að færa þetta aðeins lengra. Já, ég fá bara fullt hús spila hér. Ok, já, það er eitthvað að gerast hjá þér sem að þú þarft að hafa viljastyrk í. Sameining er, þetta 2 tengir saman. Það geti verið sameining hjá fjölskyldu, það geti verið sameining hjá börnum. Við finnst samt eins og þetta sé sameining hjá fjölskyldu. Þú þarft að hafa svolítið viljastyrk til þess að vilja sameinast með hinni fjölskyldunni. Já. Þú ert með langlífi og skynsemi. Já, þú getur náttúrulega orðið mjög langlíf, en ef þú ert ekki skynsöm í þínum ákvörðunum, þá verður náttúrulega ekki langlíf. Og þá er ég náttúrulega mest að spá í með eins og með mataræði og andlega heilsu. Þannig að þú þarft að taka
skynsamlegar ákvarðanir í þínu lífi og þá verðurðu langlíf. Hér kemur svo að læra og það þú finnur gleði á ný við að fara að læra eitthvað nýtt. Og þetta gæti nú alveg verið bara námskeið. Þetta þarf ekki að vera háskólagráða. Og já, mér finnst þetta eins og þetta sé pínulítið í einhverjum andlegum málefnum. Allavega til einhverja ykkar sem að eru hér í þessum hóp. Þú fær mikla gleði út úr því og það tengist þá hingað í langlífið að því að með andlega heilsuna að þú bætir þig og verður náttúrulega langlíf. Já, ég afsaka að ég sé að kötturinn minn að stíga hérna aðeins inn í mynd. Ég bara afsaki það. Hann mjög forvitinn. Já, svo bara ferðalag. Það líka bara spurning hvort að þú kíkir ekki bara í smá ferðalag. Það spurning kannski bara að þú fái bara mikla gleði út úr því. Og í rauninni tengist þetta allt hérna saman. Þetta bara allt rosalega spennandi. Ég get ekki annað en bara verið mjög spenntið við þessu. Ég ætla að fara beint bara í rúnirnar. Maður sjá, það eitthvað spjöld sem að, já, þessi vildi svo mikið vera gjöf. Maður sjá, ekki reyna að hafa þetta svona að sjáist. Gjöf rún tryggrar vináttu og góðs félagsskapar. Hún bendi þér á að í samskiptum skuli ríkja gagnkvæmur trúnaður og heilindi, svo að gjöf táknar hinar stærstu gjafar, frelsinsins, megi áfram vera uppspretta allra gjafa. Já, þetta finnst mér líka passa bara mjög vel við restina af spjöldunum. Og að eiga góðan vin bara, það passar líka með ferðalagið og gleðina. Og svo gæti náttúrulega líka verið að ef þú ferð á námskeið þá kynnistu góðum vinum. Já, náttúrulega að athuga hvað hún Sigga hefur að segja. Já, þetta við. Þarna var eitt sem að vildi koma. Já, þetta gengur vel. Já, ég alveg sammála því. Þetta mun ganga mjög vel. Svo eru ein gömul spil sem ég búin að eiga lengi og mér þykir alltaf mjög vænt þessi spil. Við ætlum að fá eitt spjald. Hérna kemur eitt. Jaha. Sjálfsvirðing. Þú þekkir eigin styrkleika og hefur þá vissu að þú hafir eitthvað einstakt að færa heiminum. Þú hefur sagt skilið við blekkingar egósins og kemur auga á hinn sanna, jákvæða kjarna hvers einstaklings. Já, ég alveg sammála því. Og ég held að þetta tengist líka svolítið þessu hér. Þessu námskeiði. Eða skóla sem að þú ætlar að fara í. Ég alveg viss að þetta sé allt það sem að tengist þér vel. Nú ætla ég að pröfa að draga þetta nýtt fyrir mér. Ég ætla að draga hvað heitir það, 3.
Ég ætla að sjá hvað kemur hér. 1, 2, þetta var bara akkurat 3. Þetta mun vera, ég veit ekki hvort ég sjá þetta. Þetta er svona eins og snjókorn. Ég má ekki að ná að fókusa. Afsakið þetta. Gísurnar í ykkur stöði. Eða setjum hana hér. Hérna er ein stjarna. Það sé hún er eins báðum megin. Já. Þetta er stjarna. Þetta hér. Já, laufblað. Já. 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 Þetta er áhugavert. Sko snjórinn er náttúrulega bara, sko mér finnst hann akkurat í þessari útgáfu tengja við hérna veturinn og að sjá fegurðina í vetrinum. Þú sér hvað þetta er fallegt snjókorn og það er alveg spurning hvort að áður en vetrinum lýkur að þú farir á þetta námskeið eða hvort þú farir í ferðalagið sem er hérna lengra hér. Já, það er alveg spurning. Stjarnan hins vegar, já, það kemur til mín bara frelsi. Bjóst ekki við því. En það er eitthvað í þessu sem að, í öllu þessu, er eitthvað sem að tengir þig og þér líður eins og þú sért frjáls. Það er það sem kemur til mig með þessu. Laufblöðin hins vegar, ég veit ekki af hverju ég hugsa banana, en það geti verið næringin. Næringin fyrir langlífið og skynsemina. Já, það er það sem hefur verið að segja hér. Að þú verður að taka skynsamlegar ákvarðanir með næringu. Og ég fæ hérna, já, ég fæ bara banana upp í höfuðið. Já, en ég hérna bara þakka fyrir og ég ætla að vona að þið likeið á vídeóið. Endilega subscribe. Hver veit nema mér dettur í huga að vera með spár seinna. Ef að þér fannst þú tengjast við fleiri hópa, þá endilega skoða það líka. Takk fyrir. Hæ og velkomin í hóp 2. Þið völduð þessa dömu, en hún er treasure eða fjársjóður. Þið getið sett á pásu til að lesa restina ef þið viljið. En ég vil ekki bara að byrja. Tökum hérna spjöld, ég ætla að draga 5. Sjá, það er eitthvað þetta fókus hérna. Hérna var 1 spjald. Já, nýbyrjur, það er skemmtilegt. Já, hérna er nú bara spjöld sem að vilja endilega koma. Já, það er rétt. Þetta er ekkert að fara að gerast hérna. Þetta ekki. Þessi. Já, má við sjá. Svo langt komast við.
Já, ný byrjun, skynsemi, ferðalag, viljastyrkur, leið. Já, ég geti nú alveg sagt að ef þér fannst hópur 1 kalla á þig, þá er alveg spurning hvort að þú ættir að skoða það líka. En það er eitthvað sem að þú ert að komast yfir, eitthvað sem að þú ert að vera búin með, eitthvað sem að, já, eitthvað sem er að enda, þannig að þú ert að byrja á einhverju nýju hér. Ég veit að árið er svo sem nýtt, en það er eitthvað meira í gangi. Og þú þarft svolítið að vera skynsöm í hvað þú ætlar að ákveða með framhaldi. Þig langar að ferðast og ég fæ svona eins og sé pínu kvíði með því. En þú þarft að hafa viljastyrk og í rauninni bara ákveðin að ákveða hvað þú vilt. En nýja leiðin eða ný byrjunin þarftu líka að ákveða hvaða leið í lífinu þú vilt fara. Viltu vera ennþá á þeim stað sem þú varst? Viltu breyta einhverju? Þarftu að taka eitthvað í gegn? Hvað þarf að gerast? Og það er í rauninni tengist þetta allt saman. Í rauninni gæti ferðalagið hér ekkert endilega verið ferðalag til útlanda, heldur bara ferðalagið í lífinu. Og leiðin þangað er ferðalag. Það er að segja til enda, þangað til að við förum frá þessari jörðu. Já, þetta var áhugavert. En allavega, þá eru ákvarðanir sem að þú þarft að taka, en annars gerist ekki neitt. Já, tökum hérna spjald eða svo. Já, það hittir ekki. Það er ekki að fara að lesa öll þessu veldu. Það er alveg eitt svona á hlið. Auðarúnin. Jaha. Auðarúnin gefur þér að vissu leyti tækifæri á að fylla upp æðstu kröfur þínar. Þú skalt vinna jafnt í þægilegum sem og óþægilegum málum er að þér snúa. Nú er tími þroska og framfara, svo að það er í þínum höndum að fylla auðrúnina þeim gæðum sem lífið hefur upp á að bjóða. Þetta er bara nákvæmlega það sem ég sagði hér. Ný byrjun, þarft að ákveða hvar þú ætlar að vera, jákvætt, neikvætt eða eitthvað svoleiðis, og fylla upp í rúnina. Fullt af tækifærum, fullt að gerast. Já, sjáum hérna hvað Sigga hefur að segja. Nú er kannski bara ekkert að segja. Þetta er ekki svona, þessi var að stinga af. Já. Það er bara þannig. Þetta er ekkert nei, þetta er já. Þú ætlar að fara jákvæð áfram. Líst vel á þetta spjald, þetta er flott spjald. Þá skulum við draga eitt af góðum stokki sem ég er búin að eiga lengi. Ég veit endur ekkert hvaðan hann kom, en allt í lagi. Þetta vildi koma. Örlæti. Örlæti þitt birtist í velviljuðu hugafari og stóru hjartalagi. Þú sérð mannkynið sem eina fjölskyldu og er annt velferð allra. Þú lítur á hverja stund sem tækifæri til að bæta og fegra heiminn.
Þetta yndislegt spjöld. Ég að segja það. Ég elska hana stokk. Já, þetta skemmtilegt. Áhugavert. Og passar rauninu við allt það sem við erum búin að vera að segja hér. Já, drögum hérna þetta. Þetta nýtt fyrir mér. Ég ætla að draga hérna 3. Það hérna 1, 2, 3. Ok. Hérna hjörtu. Hérna herðatré. Og fiskur. Ok. Hvað fáum við út úr því? Fiskurinn mataræði. Það það sem kemur sterkt inn hjá mér. Það þarf alltaf að passa vel upp á mataræði. Og borða hollt og gott. Og eins og ég sagði í byrjun þá gæti verið að hópur 1 myndi tengja líka við þig. En þú þarft ekkert að skoða það ef þú vilt það ekki. Já, hjörtun. Það tenging. Móðir og barn. Já, kannski tenging sem að vantar. Eða með nýrri byrjun gæti verið ný tenging. Það gæti náttúrulega verið ólétta. En ég veit að það passa náttúrulega heldur ekki við aðra. En það gæti verið barn í þínu lífi sem að þú tengist eða vilt tengjast. Og tíminn núna til að gera það. Já, svo erum við með svona skemmtilegt herðatré. Ég veit ekki hvort þið sjá það hérna almennilega. Já. Herðatré. Já, þetta tengist fötum. Þú átt alltaf mikið af fötum. Ég held það. Þú þarft að taka til. Í rauninni losaðu við það sem þú notar ekki, losaðu við það sem þú passar ekki lengur í. Að því að allt og mikið verður þannig að það lokar á tengingu þína. Já. Og rosalega gott að losa og hér náttúrulega bara að benda á fataskápinn. Já, þetta var bara svona. Já, takk fyrir áhorfið. Ég ætla að vona að þú gerir like á þetta vídeó og verði vinur. Og ef að þú tengdir við fleiri hópa heldur en 1, þá þið velkomið til að skoða það. En bara þangað til næst. Bye bye. Hæ og velkomin í hóp 3. Þú valdir þessa dömu. Hún Passion eða ástríða. Þú getur sett á pásu til að lesa restina. Jæja, hvað segirðu? Ég ætla að velja 5 spjöld og sjá hvað kemur upp. Jæja. Nei, það var ekki. Hérna 1. Réttlæti. Einmitt. Læra. Hérna gargar á mig. Ekki svara fyrir. Kaflalokið. Breytingar. Og volum ekki að tölum. Já. Sjá. 1 enn. 1 enn. Hvað viltu segja hóp 3? Það ekki bara þetta hér. Hús.
Já, réttlæti, læra, kafla lokið, breytingar, öryggi. Já, þetta er áhugavert. Hefurðu verið í lögfræði? Eða það er eitthvað með, það er eins og þessi hérna 2 spjöld tengjast og mér finnst koma lögfræði fram. Annaðhvort ertu í lögfræði eða þú hefur verið með lögfræðing hjá þér að berjast fyrir réttlæti. En þetta náttúrulega passar ekki fyrir alla. En hér gæti samt sem áður verið að ræða einhvers konar námskeið réttlæti eða bara námskeið sem að þér finnst þurfa að koma á framfæri. Þér finnst vanta réttlæti í nám eða já, mér finnst eiginlega að vera svolítið þannig. Fyrir einhvern hóp gæti þetta verið meira það að þú ert ekki að fá réttlætinu þínu fram með því sem að þú ert að læra eða nema þú sért að læra það sem að til að fá fram réttlæti. Þetta var næstu í flókið. Kafla lokið. Já, þú hefur verið að fara í gegnum eitthvað skeið og þá finnst mér þessi hérna 2 passa saman og þetta gæti náttúrulega líka verið að námið sé að klárast. Réttlætisnámið. Já, eða lögfræðinámið. Það gæti svo sem alveg verið námskeið. En já, kafla lokið þýðir einfalt bara að þú ert búinn, þú ert tilbúin til að taka næstu skref og þetta er bara eins og að labba út hurð og loka á eftir sér. Það er bara búið. Fyrir einhverja gæti verið þetta tengist sambandi. Það kemur allt í einu samband hérna hjá mér. Já, það gæti þýtt það. Og náttúrulega ef að kaflaði lokar þá verða náttúrulega breytingar á lífinu. Það gæti líka verið það að ef að þú ert búinn með eitthvað ákveðið þá verða breytingar. Það er alltaf þannig. Þegar segjum að þú ert að ganga úr sambandi þá verða líka breytingar. En þér finnst þú þurfa að hafa öryggi í kringum þig. Og þá ætla ég að vona að þú hafir ekki fundið fyrir öryggi en þú finnur fyrir öryggi núna eftir þessar breytingar. Sem er ótrúlega gott. Já. Ég ætla bara að taka hérna eitt rúnaspjald. Sjáum hvað það vill segja. Það er eitt. Hvað segir hér? Þessi rún algis. Já. Þetta er sá tími sem sérstakur aðgátar er þörf. Haltu þér í hæfilegri fjarlægð og varastu utanaðkomandi aðila. Hafðu sérstaklega aðgát hvað varðar áhrifagirni þína, því að þú einn berð ábyrgð á gjörðum þínum. Gakktu vasklega til verka, jafnvel þótt það gefi ekki mikið í aðra hönd
og hafðu í huga að vinnan er dygð sem krefst alúðar. Já, þetta finnst mér tengjast þessi spjaldi. Algjörlega. Þú verður að passa þig. Þú verður að finna öryggið þitt. Já, aðgátar er þörf. Það er eitthvað í kringum þig sem það er eitthvað mikið að gerast. Og þú átt að geta komist í gegnum það. En þú þarft alltaf að passa þig. Drögum eitt sykurspjald. Athugum hvað hún hefur að segja hér. Að sjá. Þetta. Leyfðu þessu að rætast. Akkurat. Ég er alveg sammála því. Við verðum bara að leyfa lífinu að rætast á áframhaldinu. Tökum eitt örlagaspjald. Sjá. Ef þið heyri bank þá bara afsaka ég það. Ég held að nágranni sé eitthvað að smíða. Svo alltaf. Sjá. Tökum þetta spjald. Sátt. Sjá, hvernig sést ekki svona. Þú byrð yfir innri sátt, hinum dýrmætasta eiginleika. Þú tekur lífinu opnum örmum og metur allt og alla af verðleikum, án gagnrýni og með opnum huga. Þú veist að í öllu sem gerist er einhver ávinningur fólginn. Já, þetta er falleg spjald. Þegar þú ert komin í gegnum þetta og þú ert búin að finna öryggið þitt, þá verður þú sátt. Mjög sátt. Já, tökum þetta nýja. Þetta er mjög skemmtilegt. Það velja 3. Og sjá. 1, 2, 3. Já. Við erum með lykil. Ég veit ekki hvort þið sjáu það en á lyklinum stendur faith eða trú og þetta eru gleraugu og ballettskór. Já, hvað skyldi koma hér? Já, lykillinn er bóttið lykillinn að húsnæði. Þú getur læst að þér og þú verður að trúa því að það geti gerst. Annars gerist það ekki. Gleraugun til að gefa þér nýja sýn á lífið. Að þú getur gert það sem að þig vantar að gera. Og þú getur haldið áfram. Já, það er bara þannig. Ballerínuskór. Hvað viltu segja hér? Já, mér finnst það koma fram, ballerína þegar til þess að verða ballerína þarftu eiginlega að fara í gegnum blóð, svita og tár. Það er miklar æfingar og mikill styrkleiki, en það er líka mikill sársauki. Og ég hef heyrt ballerínu tala að fæturnar á þeirra verða eiginlega ónýtar. En þær tala líka að það er þess verði. Þetta finnst mér einhvern veginn benda á það sem að þú ert að ganga í gegnum. Blóð, svita og tár, en þú kemst í gegnum það. Og þetta var þess verði, hversu slæmt sem það var. Og hefur ekki gengið í gegnum það, þá hefur ekki þessa sýn á lífið í dag. Það er bara þannig. Já,
Þetta var flott spá. En ef þér fannst þú tengjast við önnur númer líka, þá þér velkomin til að skoða það. Annars langar mér að bjóða þér að gera like á vídeóið og verða vinur, og hver veit nema í framtíðinni að ég geri annað svona vídeó. Takk fyrir mig. Bye bye.